Já, nú ætlum við að ræða menntun, kannski ekki út frá svona þeim hita sem oft í umræðinu skólamál. Tilefnið eiginlega að Hafþór Guðjónsson kennari var að senda frá sér greinasafn, starfaði lengi sem eðlisfræðikennari. Efnafræðikennari og síðan upp í háskóla líka. Já. Hvað færði til þess að safna þessu saman? Sko, það ástæðan eiginlega svo að svona, þetta sérstaklega eftir ég fór nú í doktorsnám á svona miðjum aldri, 50 maðurinn og fór þá til Kanada og Hvert í Kanada, má ég spyrja? Vancouver, já. Og hafði fengið þar inn í háskólanum í Bresku Kólumbíu og semst ég fór þarna og fjölskyldan og ég ætlaði mér bara svona að vera stutt og svona aðeins að kynna mér sko svona helstu nýjar hugsanir eða nýjar hugmyndir svona í náttúrufræðikennslu. Það hefði verið mínar ær og kýr þangað til sko og en svona þegar á leið þá það heitir svolítið á, ég var bara að segja þessa sögu sko, heitist þannig á að fyrsta sumar sem við fórum út þarna held í ágústmánuði fjölskyldan og ég tók einn námskeið þarna strax, bara í ágúst og það eiginlega snerist það spurninguna hver ert þú? Sko þetta bara hver ert þú sem kennari sko en einhvern veginn þetta var svo áleitin spurning einhvern veginn, ég hafði aldrei áður hugleitt það hver ég væri eiginlega sko og þegar maður ber fyrir svona þá var þetta sko ekki spurningu sko fyrir hvað stend ég? Og upp úr þessu... Ég líkt að spyrja þá, hver ertu? Ég líkt þá að spyrja, hver ertu? Já, hver er ég? Já, já hver er ég? Viltu fá svarið því? Svona. Stuttumáli. Skjóta því svona sér neðamálskrið? Já, sko, ég er uppalega eigamaður. En ég finna að við svarið við þessu kursi. Já, þessu kursi, já. Hver þú værir. Já, það var eiginlega sko, hvort ég fekk svarið við því, þarna, sko, það eiginlega sko, ég er ennþá svona með þá spurningu sko í huga. Þó að liðin séu sko aldarfjórðungur frá því ég var þarna. En þessi spurning, hún einhvern veginn hafði þau áhrif á mig, ég fór að velta fyrir mig hver væri mín afstaða, raun og veru, hver væri sko hugmyndi mínar raunverulega sem góða kennslu. Eða hvernig hugsaði ég nám eða hvernig hugsaði ég menntun. Svona spurning fór að streyma að mér bara ósjálfrátt nánast og þá var náttúrulega ekki langt í það maður færi svolítið að lesa sig til og eiga samtöl við góða höfunda eins og ég segi stundum og þetta bara svona veltist þetta áfram líka við að segja. Og fyrir varði þá sá ég frá að ég ætlaði að gera miklu meira heldur en bara að kynna mér ykkur nýjar hugmyndir í náttúrufræðikennslu. Ég var komin inn á þetta bara að fara að taka líf mitt til endurskoðunar. Og sko ég hafði bara koma fram, eða ætti að koma fram, sko áður ég fór til Kanada hafði ég verið 10 ár líka að kenna kennaranemum. Já. Og eðlilega fór ég þá svona að huga að í því hvað ég ætti að kenna þeim. Og fyrir til að byrja með byggði ég nú bara á minn eigin kennslureynslu. En sko fannst mér nú, ég þyrfti nú aðeins að svona skoða eitthvað hvað maður var að hugsa erlendis og fór að kaupa mér eitthvað bækur. Og þegar ég fyrir að fletta þessum bókum þá blasi við mér eitthvað sem er sko svona hugmyndir nám og kennslu sem að ég hafði bara aldrei heyrt áður. Og snerist sérstaklega nemendur. Hvernig sko þarna hafði það farið fram mikla rannsóknir á svokallum forhugmyndum nemenda eða hvað nemendur höfðu hugmyndir sem þeir gera sér sjálfir lífið og tilveruna og heiminn. Og ég heillast alveg að þessum rannsóknum, þetta var mjög spennandi og gerði þetta svona að má kannski segja svo kjarnanum í þessu námi eða þessu námskeið sem ég byggði þá upp þarna fyrir verðandi raungreina-kennara. En getur útskipt fyrir mér hver er munurinn, hvernig kennslan var áður en þú kynntist þessu og hvernig hún er eftir? Gæti ég þekkt muninn eða? Já, þú gæti líka með sko þetta svona sko áður fyrr þegar ég byrjaði að kenna í Menntaskólanum Sund árið 1979. Þá hafði ég ekki lesið neina kennslufræði en eitt svoleiðis.
Ég kom bara inn sem nýútskrifaður lífefnafræðingur og kem bara inn í þetta og mér var bara afhent hérna kennslubók og krít og gjör svo vel, Hafþór, þú kannt þetta, það ekki? Ég þóttist ég hafði oft verið inn í tíma hjá kennurum. Kannt námsefnið. Og námsefni kunni ég náttúrulega... En kannski kunnir ekkert að kenna? Sko, það er nefnilega rosalega góð spurning. Kunni ég eitthvað að kenna? En sko, eiginlega, þessari spurningu svöruðu, sko, henni var svarað einhvern veginn í framhaldinu. Þegar ég fór að kenna svo, það bara gekk það bara þokkalega. Og það kom mér ekkert á óvart en þess að ég hafði, til mín meistaranámi í Noregi, verið alltaf drúið við þetta sko að segja frá og kenna ýmislegt og hérna ég fór svona að leita að mér svo hugmynd að þetta væri kannski bara eitthvað sem að hentaði mér mjög vel, þetta væri svolítið í mér og ég hef kannski strax þarna átti ég auðvitað að ná sambandi, ná tengslum við nemendur og hérna og það ég einhvern veginn þannig gerður að ég bara mér svona umhugað nemendur, þeir lærðu vel. Ég var ekki bara að sópa í þá einhverju námsefni, heldur þeir lærðu vel. Hver er munur á því? Ef þú sópar ykkur í mig, eða ég læri vel? Sko þetta, já, það er það sem að mér hefur verið mjög hugstætt og þetta sko það sem ég á við í stuttumál er þetta að ef að, sko, til dæmis ég var að kenna þarna efnafræði. Og það er hægt að kenna efnafræði kannski á 2 megin vegu. Annars vegar þetta sko þú sópar í fólk og lætur þið bara þetta einhvern veginn. Og bara ferði yfir námsefni svo oft er sagt. Hitt er að þú freistar þess eins og þú getur að kenna þannig að þeir fari að hugsa öðruvísi. Það er að þeir taki raunverulega til sín þessi orð og þessi hugtök sem efnafræðin býður upp á og reyna að gera það að sínum. Og farið þá að hugsa svolítið eins og efnafræðingar hugsa, það er að segja öðlast aðeins nýja sín kannski á heiminn og bara hversdagsleg vandamál eins og mengun til dæmis. Ekki þetta sé bara eitthvað sem maður sópar í það og svo athuga maður með prófi hvort þeir hafi lært þetta auðabókar sem maður var að... Og nefndi kannski gleymir öllu þegar prófið er búið. Já, sem að ég held að sé ofboðslega algengt. Það er einhvern veginn þannig að kennsla minnstakosti svona í raungrinu, hún ristir oft afskaplega grunn. Þannig akkúrat eins og þú segir fólk gleymir þessu fyrr en var. Það verður ekki hluti af lífi fólks og til hvers er það þá? Jú, við erum að mennta það fyrir háskóla fyrir framtíðina en sko við erum líka að mennta það sem samfélagsborgara væntanlega og ef við gerum þetta svona þá er ekkert gagn í þessu. En þetta vissur áður og fórst til Kanada. Þannig að hver verður þá breytingin fyrir og eftir Kanada? Þetta lærður bara mjög fljótlega. Já, sko það var breyting hjá mér áður því að þegar ég sagði frá því ég fór að kenna þarna kennaranemum og fór þá að kynnast þessu annars konar hugmyndu nemendur að þeir væru þekkingar smiðir frekar heldur en þekkingar þegar. Þessar rannsóknir hefur verið gerðar frá nemendum allan heim byrjast benda til þess að nemendur væri mjög segir við það að búa til sinn eigin hugmyndaheim út frá sinni eigin reynslu og af samskiptum sínum við annað fólk. En þessar hugmyndir eru alla jafnan ignoreraðar. Það er ekki tekið mark á þeim. Það er ekki spurðir. Og það sem ég fór að gera þarna á þessum árum, þetta hafði þannig áhrif á mig að ég fór að vera forvitin það hvað nemendur væri að hugsa. Og reyndi hvað ég gat að byggja svolítið á því í minni kennslu. Og þessu segi ég frá í fyrsta kafla í bókinni. Það fór nú dálítið svona úrskeiðisvenna sem ég lenti í vandræðum, ég var svo langt á eftir að ég höfði svo mikið að tala við nemendur. en sko það var þá bara sko langt á eftir með að kenna námsefnið? Já, ég var eftir með að kenna námsefnið. Því að hérna við vorum allir að flýta okkur sko. Það þurfti að klára svo marga kafla fyrir prófið, eðlilega. Og þá verða þarna var rosalega mikið svona togstreita milli mjög ólíkra heima, vil ég að segja. Þessi heimur sem ég mætti í þessum bókum og þessi heimur sem ég hafði upplifað fram að þessu í mínu skóla. Þannig að það hefur verið átök. Og þetta varð eiginlega til þess að ég fór að hugsa, hvernig er þetta eiginlega? Er þetta sem að rannsakendur að segja mig, er þetta bara eitthvað bull? Stenst þetta ekki? Það er bara útópía sem stenst ekki. Það er bara útópía sem stenst ekki. Svo ég fór að segja við sjálf mig að ég verð bara að fara í frekara nám.
til útlanda og hérna svo vildi svo leist til að hérna ég fór til Noregs einhvern tíma þarna 1996 og á einhverja ráðstefnu og þar hitti ég fyrir mann sem var alltaf fyrirlestur og svona forhugmyndir nemenda og mér fannst það svo áhugaverður að ég fór bara að tala við hann eftir fyrirlesturinn þó ég þekkti hann ekki neitt og hann heitir Galen Eriksson og hann var svo leiðbeinandi minn í Kanada hann kom þarna mikill metinn fræðimaður og hérna og hann tók mig svo vel að ég bara kom heim til Íslands aftur til konum og segi, heyrðu, við förum til Kanada og það varð árið 1997 fórum við til Kanada og hérna þetta var eitthvað það besta sem að ég segi bara við hefum nokkuð tíma gert, við komum svolítið burt á þessu íslenska þrasi svona smá tíma og Breska Kólumbía er eitt besti staður í heiminum, eða ekki? Jú, það er besti staður í heiminum það er dásamlegt að vera það, sérstaklega þegar þú ert staddur í svona, háskólaþorpi þar sem er bara götur og engi bílar og bara fólk sem gengur þarna og allt svo rosalega ljúft Herðu, en þú ert að tala hugmyndir sem nemandinn hefur áður Já. Getur þú útskýrt þannig að skilja þetta? Hvað er það sem ef ég var í nefndaðinn og kæmi í efnafræði tíma? Já, ég geti til dæmis spurt eitthvað hérna svona krafta til dæmis hérna beðið þeim að útskýra fyrir mig hvað kraftar séu og ef ég geri þá ert þú líklega að segja það er eitthvað sem að býr í okkur við erum sumir og kraftakallar og svona eitthvað svoleiðis þannig að kraftur er eitthvað sem býr í hlutnum og hérna og til dæmis hérna ef ég er ég gera ofta ég er fyrir sundamótana að ég gera æfingar við bílinn minn og þá er eins og ég sé að ýta á bílinn og þá myndum einhver segja hann er að beita krafti á bílinn en eðlisfræðin hún segir nei ef það verður engin hreyfing á bílnum ef hann hreyfist ekki þá er þetta ekki kraftur er eitthvað sem verkar á milli hluta en er ekki eitthvað í hlutnum þetta er bara lítið dæmi nú og svo fór ég hérna eins og ég segi frá í fyrstu greininni hérna þá fór ég að gera þarna athuganir á hugmyndum nemendum andrúmsloft þegar ég fór að kenna hana 4. kafla í bókinni og spurði bara í staðs að koma upp á töflu og fara bara að skrifa þetta er svona þá spurði ég þessar spurningar ég kom með svona litla tóma flösku og spurði nemendur horfði til þeirra og spurði hvað er í þessari flösku hvað er þessi tóm og þeir horfði á mig og eiginlega enginn þorði að segja neitt ég held að ég var að gabba þau einhvern veginn svo smá, ég gaf þeim tíma þannig að eitt af þeim mikilvægt sem að gera með nemendum það er að gefa þeim tíma svo það fór svona að koma ekkert var nú kannski sagt einhver annar sagði kannski loft kannski og þá svona leiti þetta hvað áttu við með því, hvað er loft og svo spannst þetta upp og svo bara sagði ég við þau nú skulið ímyndi ykkur að þess fáið hérna í hendurna risa smásjá og getið skoðað það sem er inn í flöskunni hvað mynduð sjá þið skulið ímyndi ykkur þetta og ég læti ykkur hafa blöð hérna og þið skulið teikna það upp og setja stutta útskýringu fyrir neðan ég með nokkra myndir hérna af þessum teikningu nemenda hérna í fyrsta kaflanum og þetta þegar ég fór að skoða myndinar þá gerist eitthvað með mér þá var eitthvað sem breytti bara ég fór að sjá þetta þeirra hugmyndir andrúmsloft sem þið átti að hafa lært eitthvað pínulítið í grunnskóla það voru eitthvað allt annað ég hafði ímyndað mér Hvernig þá? Sumir voru til dæmis svo það veri voru að tala um að þetta var eitthvað svona bara eitthvað svona óhreinindi eins og rykmaurar, það hefði verið grein morgunblæðinu skömmu áður rykmaura, það var fullt af þeim í loftinu sumir rugluðu sig saman við frumur að loft væri frumur skilu, þetta var greinlega gríðarlegur óreiðu þeir gerðu sér afskaplega óljósar hugmyndir þetta en þá var þarna komið rosalega fínn grundvöllur fyrir mig að byggja á ég þurfti ekki að ganga út úr því að þeir vissum eitthvað sameindir og svoleiðis sem að vera á ferðinni þarna. Þetta segja að hérna ef þú ætlar að tróða sér í hausinn á mér, einhverjum andrúmsloftið, þá sé betra að byggja á svona skökkum hugmyndum mínum heldur en að kenna mér þetta sem eitthvað svona abstrakt sannindi sem að ég tengi ekkert við.
þessu skökku hugmyndir svo orðað svo, og þær eru grundvöllurinn að mínum mati. Ég held að Guðbergur hafði eitthvað sagt að upphafals skilnings miskilningurinn. Ég held að það sé bara rosalega mikið til í því vegna þess kannski að sko þegar maður verður var við þennan miskilning þá fær ósjálfrátt að verða til eitthvað sem heitir samræða. Og ef maður vandar sér þessar samræðu gefur þeim eira eins og stundum sagt á íslensku og hlustar virkilega á það sem þeir að segja. Þá ertu fann að kynnast nemendum. Sem fínt ef að þú nærið að kenna lánsöndið. En þú lendir ekki í tímarhækki í lokin. Já, svo það. En í dag sko eru allir að tala þetta. Nú rosalega mikil krafum það víða. Ég finn það, ég ennþá að vinna með kennurum út í skólum. Og þeir eru rosalega mikil að tala þetta. Við verðum að skera niður námsefni svo við höfum tíma til að tala við nemendur. Þeir eru bara, mér fólk í auknum fara að nátta sig á því að samræðan svo mikilvæg ef þetta á að skila einhverju. En á móti heyrum við líka í samfélaginu að fólk vill að það sé bara kennt sem hægt að mæla og þetta slökkva, þessu samræðu og þessu svona sem að þið kennarar látið eftir ykkur. Já. Og út úr þessu skóleikar, náttúrulega við grunnskólan, þú verður mest í framhaldsskólum. Ég mest í framhaldsskólum, já. Og kemur fólk sem kann ekki lesa. Já. Að þið talir svo mikið við það. Það er að kenna þeim samfélagsfræði í staðan fyrir að kenna þeim Íslandssöguna. Já, nákvæmlega. Og þú fylgst með þessu. Já, ég fylgst með þessu. Þetta svona einhver eins og menningarlega deilur. Þetta er djúpstæðar menningarlega deilur. Alveg rosalega djúpstæðar. Og þegar þau eru heldur fyrir barnin á þessu sem voru með samfélagsfræðina á sínum tíma, sko, þá lenda þeir... Edelstein og félagar. Edelstein og félagar. Já, Edelstein og félagar. Og ég fylgdist mjög náið með þessu á sínum tíma og ég var í góðu sambandi við Edelstein strax þannig og ég dáðist svo mikið að þessum manni. Mér fannst að koma þessum eins og frábæra hugmyndir. En sko, og ég á bókin hans heima hjá mér og ég var bara að taka hana fram úr bókahellinu síðast í gæri fyrir þetta. Og ég fann að lesa aftur hvernig hann sko leita málin. Og þar kemur býsta vel fram í þessari bók sko þessi djúpstæðu árekstrar milli ólíkra menningarheima verði raunverða sér. En hvað það sem rekst á ef reynir að útskýrta fyrir mér? Því ég stundum að spyrja fólk í umræðum skólamál. Hvað það sem að knýr fram ákefðina í þessari umræðu sem er mjög heit? Já, þetta gríðarlega góð spurning sko. Hvað það sem knýr fram ákefðina í þessu? Það maður finnur svo mikið fyrir þessu sko. Ég sjálfur hef mætt sko mikilli andstöðu mörgu leiti sko. Ég til mig skrifaði þarna efnafræðibók fljótlega á mínu ferli sem varð vinsæl í nokkrum skólum en ekki öllum vegna þess að í sumum skólum, sérstaklega svona hefðbundnum skólum eða svona þessu gömlu skólum þá voru minn aldils ekki sko ég var einhvern veginn að sko ég sleppti þannig vissum hlutum og þá var bókin ekki marktæk sko eða veist en sko það sem ég held að sé þarna ferðinni á sér djúpar rætur í sögunni og ég sko í síðasta kafla í þessari bók ég að fjalla þetta undir sko ég að segja frá þarna sko ég kalla þessa grein hugtaki samvirkni í heimspeki Dewey's. Hún hljóma nú bara óskup sakleyslega þessi fyrirsögn en þarna ég einmitt að fara í þessa hluti eða reyna að fara í þessa hluti sem þú ert að spyrja Gunnar. Það að segja sko og það sem að ég var nú halda fyrirlestur þetta daginn upp í háskóla eins og ég sé þetta þá er þessi sko þessi sterku anstæður eiga rætur langt aftur tíma margar aldir og þá sérstaklega hjá sko Descartes kemur hann var kringu 1600 hann sko þegar hann að reyna að finna eitthvað svona grunn fyrir raunvísindin að standa á sko að þá setur hann fram þessa hugmynd að mannleg tilvera sé sko tvískipt það sé annars vegar höfum við andan eða sálin og allt þetta hið innra svo bara restin þarna það efnið og umhverfið og menningin og allt þetta Menningin? Já sko hann kannski notar ekki orðið menning en hann sko bara allt annað líkaminn og allt þetta úti hinn heimurinn efnislegi heimurinn og þarna sko og þessi hugmynd tvo heimana tvo hún sigrar
og verður leiðandi afl meðal heimspekinga aldir og þetta síast inn í tungumálið. Með þeim afleiðingum fullyrði ég að í dag hefur tilhneigingu til þess að horfa á mannin sem frekar einangraða veru, vitsmunalega séð. Hann bara þarna með allt sitt og núna maður merkir sér standa fast á því, þetta allt saman vitsmunalífið bara eitthvað sem að menn hafa úr genunum námast. Samanber þetta við tölum að börn sumir eru vel greindir frá upphafi gáfaðir, þeir fæðist með góðar gáfur eitthvað þess áttar en á síðustu svona hvað segja 3-4 áratugum þá hafi komið fram mjög sterk hreyfing sem er þessi félagsmenningarlega hreyfing og sem ég kalla nú bókina eftir og þarna hún andóf gegn þessu. Þeir fulltrúar þessar hreyfingar að segja maðurinn hann er félagsvera. Hann verður til í gegnum félagslegt samspil við aðra. Þannig að mikilvægast í lífinu eru aðrir. Mest af mér á milli mín og annarra. Mest af mér á milli mín og annarra. Já. Og þetta, þegar ég farin að komin á kafi í mitt doktorsnám og farin að spyrja mér svona djúpra spurninga meðal hans náminn líka þá náttúrulega þetta flettast þetta einhvern veginn veltur upp og maður fyrir að spyrja sér spurninga jáfnvel tilveruna sjálfa og þá fer ég að lesa höfunda sem þessar hreyfingar eins og menn eins og til dæmis Brúne sem mjög þekktur dáin núna en helsta sálfræðing Bandaríkjanna sem ánetjast þessari hugmynd félagsmenningarlegri sýn og þá lítur maður allt öðruvísi á mannin maður segir samskipti eru miðja til mannlegra tilveru. Við verðum til í gegnum samskipti. En raun og verið, þó að þessi titill á bókinni virðist fjarlægur, þá held ég að þegar maður fer að nefna þetta, þá er maður líka, maður er ekki bara að nálgast ykkur fræði, maður er líka að nálgast það sem er fólki hugstætt. Hver leggur ekki áherslu á samskipti í dag? Og kennar að segja samskipti bara það skiptir öllu máli. Það er aðalatriði í kennslu. En það sem við þurfum kannski að gera, það er mín trúa í dag. Við þurfum að taka skrefið enn lengra og spyrja ykkur enn dýpri spurninga samskipti. Hvað erum við að tala Og getur að veri að við verðum til verða lítil börn eða hver sem til í gegnum samskipti og það er svo skemmtilegt Gunnar að það hafa fyrir nokkrum árum þá fór að koma fram mjög áhugaverða niðurstöður úr rannsóknum á samskiptum barna og fullorðinna, ungbarna og helstu niðurstöður þessara rannsókna voru þær að lítil börn fæðast sem samskiptaverur og í raun og veru þetta samræmist rosalega vel þeim sem hafa átt börn og sem hafa tekið á móti börnin þegar þeir komin í þennan heim og finna börnin strax eins og þeir hafi áhuga á manni og þetta útskýra þessir fræðimenn þarna og er mjög samdóma það að barni hafi meðfætta tilhneigingu til þess að eiga samskipti við þar og svo er bara byggja á því svo kemur tungumál inn í þetta við byrjum strax að tala við barnið og fyrir en vari það að fara að taka inn orð fara að læra tungumálið og þá að læra að hugsa vegna þess að tungumálið bara það fyrst og fremst fjársjóður með svona sem við getum notað eða verkfæri sem við getum notað eða verkfæra kista sem getum notað til þess að búa til hugmyndir og hugsanir En Hafþór, ef ég svara frá hinum sem eru hinum megin í menningarstríðinu, að þá má vel vera að manneskja sé svona og hún þroski svona. En ykkar hlutverk í skólakerfinu er fyrst og fremst að kenna fólki að lesa og skrifa og læra efnisheiminn. Ykkar hlutverk er ekki að spjalla við nemendur. Já, þar er ég bara... Í einhverju bara óljósu tilgangi þroska. Þú ert að tróða, hvað kallar á hann að sópa ofan í fólk. Já.
En þetta kannski svolítið svona, þetta kannski svolítið móðgandi. Gagnvart þeim sem fólki sem er að kenna, bestu samvisku og svona bara, trúir á þetta og fara yfir efnið og svona og reyna að tala skýrt og gera þetta allt saman samkvæmt hefðinni og trúir því staðfarslega og við, það verður að, ég trúi því að margir geri býsna vel. Ég vil þó þessu ekki að hugsa eins og ég. Og geri kannski sumt af því sem að þú vilt gera án þess að vera kannski ekki með athyglin af því. Það er oft þannig að þótt að við séum kannski alltaf að líta á þetta sem svona andstæður að þá eru kannski sá sem að leggur mesta áhersluna á sópið gerir nú svona sumt af hinu. Það er nákvæmlega þetta, Gunnar, sem ég vildi sagt hafa að ég hef heimsótt svo marga kennara fylgst með kennur genn tíðina og þó þeir sé ekki nefnilega með mína hugmyndafræði hugsi eitthvað svona félagsmenningarlega eitthvað svo leiðis þá eru þeir samt maður sér oft svo mikið áhuga á nemendum og maður sér oft svo hvernig þeir ég held að þetta hefur nefnilega verið að þróast frá því að ég byrjaði að kenna fyrir 40 árum eitthvað svo leiðis og ef við byrjum það saman við hvernig í dag ég fullyrði að það er einhvern veginn kennarar hafa færst nær nemendum. Sem er kannski bara hluti af þeim breytingu sem hafa orðið í okkar kultúr og menningu. Ætli það ekki. Men aðrar hugmyndur hierarkíu og aðrar hugmyndur. Já, það er svo margt sem að það er ekki bara eitthvað kennslufræði sem stýrir þessu. Það er svo margir straumar í samfélaginu og við höfum orðið áhyggjur af því að við séum að missa af hvort öðru eða að við séum að einangrast sem einstaklingar samanber þessa umræðu börnin sem að loka sig af með sína tölvu og villast inn í einhverja enginlega heima. Þannig að, og ég mjög gott að spyrja þetta er nefnilega en það sem að þetta ljós, ég kalla þetta félagsmenningarlegt ljós og það er svona titill sem ég vel vegna þess að ég held að þetta félagsmenningarljós hjálpi okkur að sjá hvað við erum að gera. Það bara, ég hef oft orðið var við það þegar ég fer að tala við kennara, sérstaklega kennarnema sem verið að kenna og ég segi, þú varst nú bara að gera býsna vel. Já, ég sá nú bara eitt og annað. Og þú varst svo mikið að veita athygli hvað nemendur voru að spyrja Þú gafst tíma til að hlusta á þá. Mér finnst það frábært, segi ég, eitthvað þess að veru. Og þá stýrist ég að þess. En hann hafa aldrei talað þessa hugmyndafræði, þá er þetta eitthvað mikilvægt fyrir hann eða hana. Það er það sem þú ert að skrifa og fjalla er hluti af mannfélaginu, hluti af menningunni. Já. Og það væri mjög skrítið ef þú kæmir í hvern tíman og fætur öðru og sæir engin merkjum þess að þú ert að fjalla því þá verður líklega með ranga hugmynd manninu og hvernig hann er. Já, ég held það Það verður villigötum. Já, en það sem að og ég finn það, ég hef nú verið að kynna þessa bók undanfarið og við erum með fyrirlestra og það merkilega, eða kannski ekki merkilega, en ég finn að þetta einhvern veginn, ég finn þetta höfðar til fólks. Og ég ekki bara fyrst að núna eftir að bókin kom út þess að megin efni eru pistlar, stuttu pistlar sem ég hef skrifað á mínum ferli og byrst hafa í skólaþráðum og þessi pistlar hafa verið lesni mjög mikið í kennaranámi og ég mér segja ég var varðið þegar ég hef komið í heimsókn í menntavístasvið að þá hafi ég alveg nemendur komið fyrir og þakka mig sérstaklega fyrir þetta. En það er líka það er svo mikil skortur á námsefni þar eins og annars það sérstaklega námsefni á íslensku. Því eins og ég segi oft við verðum þegar við erum að lesa erlenda greinar þá höfum við oft tilneigu til þess að bara einhvern veginn að líða yfir þetta einhvern veginn svona bara eins og Ef ég má vitna í kennaran Hafþór þá fellur það ekki eins vel innan í þá þekkingu sem við höfðum áður eða hugmyndir sem við höfðum áður. Já. Þess vegna er betra að lesa þetta á íslensku. Já. Ef ég má vitna í Hafþór. Já. Þá myndi ég halda hann var að meina það. Já, alveg. Ég tek undir þetta og það er ég er líka svolítið að vitna í frumkvælana sem ég kalla svo. Til dæmis ég byrja þessa bók upphafið það er tilvitnin í Magnús Helgason
sem var fyrir undir skólastjóri kennaraskólans. Fyrir löngu síðan, þetta skrifað sko 1919 í bók sem var hérna, þetta var svona eitthvað, ég man ekki hvað hann kallaði þessa bók, en þetta var svona handa barnakennur. Og þar skrifar hann ef ég má lesa. Hann segir, margur hyggur að fræðslan á barnsaldrinum miði eingöngu til þess að veita börnum þá þekkingu þau þarfnast síðar. Auðvitað það mikilsvert. En meira þó í hitt varið að vitsmunni barnanna þroskist á náminu, athygli glæðist, ímyndunarafl aukist, skilningur skerpist, andlegu sjóndeildarhringur víki. Þetta uppáhaldsorðin mín. Þess vegna byrjaði bókin á þessu. Og þetta félags menningarlega sjónarhorn, sko ég segi okkur aðeins stað inn í bókinni, að mætti sko halda, því að ég nota þetta aftur í annarri grein, það sem ég að tala vitsmunni barna, að sko það mætti halda að Vygotsky, Mozart sálfræðinnar, sem kannski kallaði svo, hafi sagt þetta. Það var ekki rétt, Magnús segir þetta sko, þá veisum við nekkinu Vygotsky. En þetta mjög í þessum anda. Herðu, að því að þú segir hérna félagsmenning svolítið oft, hvað það? Sko, félagsmenningarlegt sjónarhorn þetta að sko segjum sem svo að sko menningir, sko getur líka spurt hvað menning? Sko að sko það allt svolítið ruglingu með þetta og sumir fræðmenn kjósa frekar að nota kúltúr. Til þess að undirstrika það að menning ekki bara eitthvað svona hástéttar eitthvað, heldur eitthvað sem þarna í samfélaginu, eitthvað sem við höfum byggt upp kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð. Og þá sérstaklega kannski tungumálið, sem svona helsta aflið svona í þróun mannsins frá þessum bætur séð. Barnið þróast, barnið tekur inn orð og þetta erum við að gera allt lífið. Þannig að sko kúltúrin geymir svo mikinn arf, sérstaklega tungumáli sem fjársjóður, sem verkfærakista sem við getum, sem kemur, sem barnið öðlast aðgang að með því einfaldlega að læra að tala. Og þetta þá spinnst saman, þetta samfélagslega og menningin, altså gegnum samtalið kemur menningin inn sem svona eitthvað afl sem að þetta menningin að núti, hún verður ekki bara ekki afl sjálfur sér, hún verður afl, tungumáli verður afl í gegnum þessi samskipti. Þess að þá fær fólk aðgang að þessum tækjum alls saman. Og þetta ekki bara orð, þetta ekki bara spurning orðaforða, þetta spurning miklu meira. Því þannig alls konar svona sko snið, málsnið og þess að það sem við búið til þess að geta sagt góða sögur til dæmis, eða útlista fyrir einhverjum, eitthvað sé þarna, það eitthvað hlutur á bakvið annan, þetta margt svona. Við svo annars við að vera að tala félagsmenningu eins og það sem stundum að kalla kúltúr sem svona, eins og þetta segja menning eitt og sér hljómar eins og maður sé að vísa í listir eða einhverja hámenningu. Einhver sagði að menning það að gera hlutina vel, það svona nærði að vera kúltúr. En svo leggur þess að miklu áherslu á tungumálið. Og einhver geti sagt að tungumálið sé þannig að, og við stundum verið að ræða það hérna við rauðaborðið, að nú verið að leggja miklu áherslu á orðaforða, til dæmis krakka sem kom úr leikskólum eða í leikskólum, að það sé svo mikilvægt að þeir hafi ríkan orðaforða þegar þau koma inn í grunnskólan til þess að geta meðtekið námið. Og þá sér maður fyrir sér tungumáli sem svona tæki, eins og þú ert að segja, að það það sem ég hef til þess að skilja heiminn og sjálfa mig og meðtaka eitthvað. Því stærra sem að tungumálið fyrir mér, því meiri skilning get ég borðið líklega. Og þar alveg ef ég hef hann lítinn að þá ég eiginlega lokaður frá skilningi. Þetta opnar ég oft orðað þannig að þetta opnar ég heima. Því að maður verður að hafa einhvers það verður maður að geta raðað upplifuninni og raðað skilningnum. Og það maður gerir það mest með orðum. Og sko þetta oft sko menn hafa sérstakann augast á börnum í þessu sammingi, en því má ekki gleyma að þetta heldur áfram allt lífið. Og ég upplifði þetta mjög sterkt þegar ég fór í doktorsnámi í Kanada og fór að lesa svona mikið og það sem ég fekk svo mikið áhuga á þessu, áhuga náttúrulega lykilatriði. Ég fekk svo mikið áhuga á þessu að ég fór að reyna að tileinka mér
Það sem að þessi góðu menn voru að segja í þessum bókum, ekki bara lesa bækunar, heldur að tilenga mér þetta, taka þetta inn og það gerði ég helst með því að skrifa. Ég byrjaði að stressa að skrifa rosa mikið og teikna. Ég teikna rosalega mikið og þegar ég held fyrirlista þá það eiginlega endum á teikningar, myndir sem ég búið til. En hvað það sem ég fann, og ég lýsi þessu einhvers staðar hérna í pistli sem ég kalla að skrifa til að skilja. Að það sem ég fann rosalega sterkt þarna í Kanada þegar fór að líða námið, ég var farin að skrifa öðruvísi texta en ég var vanur. Þessir hérna góðu menn og konur voru farin að smygla sér inn í textan. Og þá gat ég sagt við sjálf mig, ég er að breytast, ég er að verða öðruvísi í hugsun. Því það er svo náið samband á milli talsins, á milli tungumálsins og hugsunar. Þetta hérna er svo samofið. Bara hluta því sama. En nú ert þú svona maður tungumálsins, skrifar bók og finnst gaman að kenna og tala. Þótt þú teiknir aðeins svona það sem að tungumáli næri ekki, þá reynir að útskýra það með tekníku. Jú. En er þetta ekki bara einhver leiti þú sem er svona? Getur ekki séð fyrir þér hérna mann sem er bara ekki svona verbal, ekki góður í tjáningu? Getur hann ekki vaxið? Já, þetta er bara rosalega góð. Ég held mér dettur þegar þú spyrir þessar spurningar, þá kom upp í huga minn þessi kennarar sem ég hef verið að vinna með. Fyrst í menntaskólanum í Sundi, við höfum verið að stunda svo kallar starfendaransóknir, það er svolítið mikið skrifað það, ég innleiddi það svolítið hérna. Starfendaransóknir, það er að fá kennarar til að tala saman það sem þeir eru að gera. Og þetta gerði við með mikilli prýði, myndi ég segja, í menntaskólanum í Sund. Svo þegar ég hætti að vinna, eða mér var sagt að hætta að vinna, að þá... Þetta var aldrei eða? Já, þetta aldrei. Að þá yfirgaf ég MS, en svo síðar þá var ég var svona einhver sem hafði samband við mig í Kópavogi, svo ég fór að starfa þar með kennurum og núna síðast með kennurum í Flensborg. Og það sem ég finn í gegnum þetta er eins og ég áður sagt þetta er eitthvað þetta sem ég er með þarna í farteskinu. Það er einhvern veginn eins og þetta höfði til fólks og þó það verði ekki allir eins og ég og það er enginn nákvæmlega eins og ykkur annar en þetta er einhvern veginn að ná til þeirra á þann hátt til dæmis að þeir fá vaxandi áhuga á samskiptum og annars sem að mér þeir hafa mikið verið að pæli þessu hugsandi kennslustofa sem er að koma alltaf mikið inn núna í starffræðinni en er líka að einhvern veginn að dreifast út í aðrar greinar og þetta fyrirbæri hugsandi kennslustofa byggir raunveru á sama grunni það sé á þáttöku að nemendur eru ekki bara að taka við ég hef upplifað svona kennslustundir farið inn í svona kennslustundir til dæmis í Hagaskóla sem er mjög framalega í þessu og það sem helsta einkenni á þessum kennslustundum er að nemendur standa 3 og 3 saman í hóp upp við töflu og eru að glíma við einhver þrautir og það sem er svo gaman að sjá að það bara leiður fara að gera þetta þá fer allt í gang og þeir tala svo mikið saman þarna er eitthvað verkefni að vinna og þeir leysa verkefni með því að tala saman og það er þetta og það er margir kennarar sem hafa ekki hugmynd einhvern félagsmenningarlega nálgun þeir bara hoppa á þetta alveg unnvörpum vegna þess að það er eitthvað þetta byggir ekki á delluhugmyndum, þetta byggir á eitthvað sem er sannarlega til en það er ekki þar með þetta að það sé endilega rétta leiðin og ef ég kem aðeins aftur af menningarstríðinu af því að þú ert að tala nefndir að þú er að draga fram bók Edilstein aftur og einhver leiti má rekja átökin í skólakerfinu til svona hans starfs og þeirra eða við getum líka sagt að bara hann opnaði fyrir áhrif að utan sem ég var að tala við Ingvar Sigurgeirsson um daginn og ég get sagt að reynsla á mínu persónulega lífi er þegar ég var 11 og þá kom nútíminn inn í kennslustofuna þegar Ingvar kom að kenna okkur og það var bara ótrúlegt ég hef aldrei upplifað ég haft mikið svona stökk svona hugmyndalegt stökk eins og gerði þá og þetta er þess nýr tími og þannig að sömuleyti er þetta þá hefur verið 72
þá var þetta ekki viðtekin hugmynd. Nei. Og þú talar meira svo það áðan að eins og þetta það væri ekki allir endilega á þessar línu og þú veist að þá væri Descartes sem að væri ennþá svona hugmyndir okkar heiminn væru frekar þar. Já. Og að sumuleyti komið þið með hugmyndir sem að kannski hafi ekki sigrað heiminn. Já, en nær hins var fótfestu í skólakerfinu í samfélagi sem ekki kaupir þessar hugmyndir. Já. Og það hlýtur að líða til þess sem ef maður var að líkja sig við svona réttindabaráttu, hlýtur að leiða til bakslags. Að ef þú ferð of langt með réttindin, þetta stundu verið svona vangaveltur þetta. Þetta verið ég var að ræða við kynjafræðingum munin á réttindabaráttu samkynhneigðra og trans. Já. Og munurinn sá að lögréttindi trans komu svo snemma í samanburði við hvað það tók langan tíma að vinna almenning á sitt band áður en að lagabreytingarna verða í tilfelli samkynhneigðra. En það eiginlega öfugt í tilfelli trans að lagabreytingarna koma áður en að umræðin hefur farið í gegnum samfélag. Og ég veit að ég búin að koma að fara með okkur langt út í móa með þessu líkingu. En stundum þetta mér þetta í hug að það sem hefur verið knúið áfram af skólarannsóknar deildinni og allu þessu í gegnum skólakerfið hafi raunverulega ekki sigrað samfélagið áður en að breytingarna verða. Og því alltaf viðbúið að þessi andstaða og sem ekki getur orðið mjög hatur, það var nú verið að rifja það upp í Ríkisútvarpinu deilurnar Íslandssöguna. Það var bara það var slegist bara á þingi 82-84. Rosalega. Þannig ég að velta því fyrir mér hvort að þessi breyting sem að menn hafa staðið fyrir í skólakerfinu kannski og líklega vegna þess að þetta eru skólamenn að trúa þeir að við gerum breytingun í skólakerfinu og það mun síðan breyta samfélaginu þegar krakkandi vaksa upp sem er mjög skólalega hugsun en við erum ennþá í samfélaginu og það er ennþá ráðandi öfl sem lærðu í allt skóla heldur en þú vildir að skóla veri. Þegar ég að velta fyrir mig hvort að ég stundum að reyna að átta mig á því af hverju er þetta svona hatrand? Já. Ég heldur kannski að þegar ég geti frá sem dæmi að þegar ég ánýttist þarna þessum þegar ég var að byrja að kenna kennarnumum, ég nefndi þetta áðan þá var ég svo hallur undir þessar forhugmyndir og allt þetta fræðina bak við það var svokölluð hugsmíðahyggja. Það að segja hugmyndunum að nemendur byggi sjálfur upp sinn hugmyndaheim, sinn þekkingarheim. Og ég einhvern veginn heillaðist af þessu, ég er kannski svona áhrifagjarn, ég veit það ekki, en ég heillaðist af þessari sýn og fór svolítið að bera hana upp á mína félaga og þeir bara eiginlega, ég held einu sinni erindi þetta á kennarastofunni og ég fekk svona augnatillit sem var ekkert allt og þægilegt. Og þegar ég var komin í doktorsnám þá hugsaði ég oft mikið þetta. Þessar árekstra sem verða þarna. Og þessi árekstrar vil ég meina, þeir verða oft, ég hef lagt svo miklu áherslu á tungumálið, eins og þú segir sjálfur, bendir á. Og þetta sérstaklega talið, hvernig við tölum. Og það er kannski þungamiðjan í þessu öllu saman. Vegna þess að hvernig við tölum, við lærum að tala sem börn og svo þróum við þetta einhvern veginn og verðum einhvern veginn, förum að tala eins og hinir í samfélaginu og það verða til svona ákveðna orðræða eða orðræður og þetta er bara, og þetta er veröldin fyrir fólki. Svona er heimurinn eins og ég tala og þegar kemur einhver annar og fyrir að tala öðruvísi, þá er það bara eins og eitthvað bara árás. Reikistjörnur að rekast á. Já, það er bara árás. Og þannig að, og ég fann, það var ekki þannig að kennarinn gerði árás á mig, en ég fann að þeir daufheyrðust við þessu. Og það var til þess að ég lokaði mig svolítið af og hugsaði það er best að vera ekki að tala mikið þetta. Og fór bara inn í mína kennslustofu og kendi á mín hátt. En ég hafði brist. En ekki, þetta bara, það eru talshættinni sem eru svo rosalega sterkt afl og miklu sterkara afl heldur en almennt
sko heldur en við gerum okkur grein fyrir. Að hérna semst og það tal fólks breytist bara á löngum tíma. Þannig að við erum oft sko fræðingar svona eins og í háskólum og svona við erum vonast til þetta bara breytist hérna einu ári eða tveimur eða einu sólar, ég veit ekki hvað, en þetta getur tekið áratug að þróast. Og kannski eru átöki sem að núna eru í skólakerfið merki það. Já, getur verið. En þarna núna, sko þarna þegar með samfélagsfræðin og allt þetta sko, þetta var, þegar þeir horfa tilbaka, menn eins og Ingvar Sigurgeirsson til dæmis, þá var þeir tilbúin til að segja sko að þetta var kannski einum og rótakt fyrir þessa tíma þarna. Við fórum kannski... Orkest. Já, orkest. Því þetta, sko breytingarna verða kannski sko eins og... Það er eitthvað með að þeim kultúr sem þeir eru í. Já. Félagsmenningarlega stöðu. Já. Það er geta bjóða kannski samfélaginu upp á ofstórt þökk. Akkurát. Og ég þá er nefnilega hættan svo að þá förum við í afturför. Já, nákvæmlega. Þá getum við tapað svo miklum verðmætum. Sko. Já, þá getum við tapað svo miklum verðmætum. En svo þarna sko, ég held að sko að ef ég hefði sko komið með þessu hugsmíði ekki inn í samfélag sem var farið að breytast á þennan hátt eða í þessum, eða sko í áttina þessu, þá hefði kannski ekki eitthvað geta gerst, en ég var þarna einangraður. En þetta sko, ég vildi óska þess að Wolfgang Gettelstein hefði lifað í dag og hann hefði komist sko í tæri við þessa félagsmenningarlegur hugmyndir. Men þær hjálpa okkur svo mikið að sjá þetta, aðeins betur. Hafþór, takk fyrir að koma hingað og segja okkur á bókinni þinni og svona þínum hugmyndum kennslu og mannin í leiðinni. Takk fyrir sömuleiðis. Takkilega. Og þetta eru lokin hjá okkur í Rauðaborðið í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og Birni og Ásdísi fyrir að taka upp og Pétri Fjellsteði fyrir að taka upp og senda út. Minni á að það sem að drífa samstöðuna áfram eru þið, áhorfendur góðir og áheyrendur. Sérstaklega þau ykkar sem hafi gert áskrifundur, þið gefið okkur afl til þess að halda út í samstöðunni. Ef að þú ert kannski búin að ákveða það fyrir löngu að styðja samstöðuna, hvet ég til þess að láta verða að því núna. Ég veit að það eru margir þannig þarna úti. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það er hnappi sem ástandur áskrift. Það getur skráði fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin og máttborga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur átti áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott núna í kvöld, svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld klukkan 8.